Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvítamáva. Aðeins utan við bæinn, eins og við köllum það hér fyrir norðan, gistiheimili eða hótel. Heitir Skjaldavík, var einu sinni dvalarheimili eldri borgara. Þar búa ung hjón með sín börn, búin að byggja upp, taka á móti ferðamönnum. Bryndís Óskarsdóttir ætlar að segja ykkur frá því og miklu meira heldur en það hér og eftir í Hvítamáva. Bryndís, velkomin. Takk fyrir það. Þetta ekki kvöldi Dísa? Jú, alltaf. Þannig að ég á ekkert að kalla þig Bryndísi. Þú bara mátt kalla mig hvað sem en flesti kalla mig Dísa. Ég var nefnilega, þegar ég var að velta fyrir mér nafninu á þér, ég sagði, ég ætla að hringja Dísu. Og þá fór ég að velta, hvað heitir hún? En þú ert bara Dísa? Ég bara Dísa, sko. Já. Grafískur hönnuður? Já. Lærðir það? Já. Vinnurðu við það? Bara mest fyrir sjálfa mig og þá sem suða voða mikið í mér. Já, þannig að þú ert hætt því? Já, ég hætt í svona mestu. Já. En þetta snertir alltaf allt sem maður að gera, sko. Mér finnst bara þetta er svo flott starfsheit að vera grafískur hönnuður. Í hverju felst þetta? Það var náttúrulega mest megnis að gera auglýsingar og hanna allavega merki og útlit á bæklingum og þess áttar, sko. Já. En núna er bara A4 blaðið mitt, sko, heilt gistihús og allt sem því fylgir. Já, væntanlega. Já. En þannig að þú eins og þú segir, þú veit ekkert mikið í þessu núna? Nei, ekki nema eins og ég segi fyrir sjálfa mig. Það er náttúrulega heilmikið sem fylgir því að markasetja allt þetta batteri sem við erum með í gangi og þar er ég. Já. Hvar vannstu áður en þið fóruðu í þetta? Ég hef búin að vinna allt mögulegt, sko. Síðast var ég á Stíl, hérna á Akureyri, en við vorum með okkar eigið fyrirtæki í Reykjavík áður en það var. Byggum við 7 ár fyrir sunnan. Nú byggum við í Reykjavík líka. En hvaðan ertu? Ég er bara héðan, Akureyri. Þú ert svo Reykvíkingur sem ég er bara sunnan? Já, ég er alveg ofsamikill Akureyringur. Já, er það? Já, á Brekkunni, sko. Já. Nú ætla ég bara að spyrja eins og stundum er gert í viðtölum, hverjir eru foreldrar þínir? Já, ég á alveg yndislega foreldra, ég var mjög heppin með þá. Það er Lili Adamsdóttir, kennari, og var kennari, og Óskar Ásgeirsson, pípari. Skari Píp, eins og Skari Pípari, pabbi þinn, og Lili Adamsdóttir. Já, Lili Erla Adamsdóttir, dóttir Adams Magnússonar. Í Bjarkastígnum? Já, hann gerði við skíði fyrir mig. Já. Og margt fleira. Já, ég var mikill haglegs maður. Gaf okkur spýtur og allt. Já. Þangað var gaman að koma. Var mamma í kennari? Já. Og eða? Já, hún er hætt að kenna. Já. Og pípari? Já. En fóru þá ekki, þú átt bræður sem fóru í þetta? Já, ég á einn bróður sem er pípari. Já, hvað áttu mörg systkini? Ég á 4 bræður. Einn er fallinn frá, sko, en ég á 4. Já, en þú ert eina systir? Já, yngst. Ertu yngst? Yngsta stelpan, já, yngst og eina. Kom loksins stelpa og þá var þetta alveg nóg, það var þetta komið bara. Það getur ímyndaðir, lukkuna. Já. En það sem varst að gera áður í grafískri hönnun, er þetta skemmtilegt starf? Ægilega skemmtilegt. Mér reyndar alltaf fundist allt gaman sér að gera. Það var bara þannig. Þannig að mér fannst þetta ofsalega skemmtilegt. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara að læra þegar ég fór að læra grafíska hönnun. Mér langaði að læra myndlist, bara að vera málari. Já. En einhvern veginn hélt að hitt geti verið hugsanlega praktískara. Já, svona að maður fengi eitthvað út úr peningalega. Já, maður þyrfti kannski að lifa og lærði það og þetta tengist nú allt. Ég er ofsa mikill föndrari og finnst þú gaman að brasa með höndunum, gera allavega fyrir allavega verkefni. Já. Skapandi verkefni, það er svona já, þetta er gott en gaman að skapa. Já, bara nauðsynlegt, það er bara, ég nærist á því. En þegar þú ert stelpa, pínu lítil, hvað varstu þá að hugsa að gera? Hvað ætlar að læra? Þegar ég var lítil þá ætlaði ég að vera fatahönnuður. Nú, var búið að finna þá orðu upp? Ég allavega var alveg með þá hreinu. Já, ég var alltaf að klippa og líma og með dúkkulísur og hitt og þetta og ætlaði mér bara út til hinn stóra heim, sko.
En ekki kynslóðir til í dag sem að veit ekki hvað dúkkulísur eru? Alveg bóttið, nema kannski bara í einhverju appi. Einhverju appi? Já. Og þetta ætlaður að gera? Já, það var svona á einhverjum tímapunkti, sko, og lengi vel. En svo fór ég bara í þessa grafísku hönnun og það er svona kannski, nærði ég sköpuna gleðina, sko. Og svo hef ég bara alltaf verið að föndra allt mögulegt, búa til allt mögulegt, mála og búa til skartgripi og búa til alls konar verk. Getur þetta núna eftir að þið opnuðu gistiheimili? Já, alveg í þríriti. Já, núna náttúrulega við opnum þetta gistihús með báðar hendur tómar og þannig við þurftum bara að bjarga okkur. Þannig við fórum bara og báðum fólk að gefa okkur og lána okkur dót héðan og þaðan og púsum og skröpum og það þurfti bara að vera sniðugur, sko. Þegar mér vantaði skraut í gluggana þá bara, og ég baði Óla pening fyrir því, sko, þá sagði hann bara að þú verður bara að búa eitthvað til. Nei. Jú, þannig ég fór bara og klippti út út úr einhverjum bókum og bjóð til einhverju hjörtu og hengdi það í gluggana og málaði einhverja stóla, garma og raðaði upp bókum og þetta var bara þannig sem við gerðum þetta. Ég man eftir mynd sem ég sá sem að tekin var á gistihúsin ykkar. Já. Það sem að voru svona bókastafli sem að var sko náttborð. Náttborð. Já, og þetta notuðum við heilengi, sko. Já. Límdur það saman? Já. Ég bara spurði svona praktíkina hvað þetta. Já, límdur það saman til þess að fá kökulín? Já. Já. Það er hent svo mikið af bókum. Já, en sko, við erum að tala um Skjaldarvík. Já. Og kannski ekki allir sem vita hvað það er. Nei. Segðu mér það. Það var elliheimili í Den og í rauninni var það bara kúabú í Den, sko. Þarna bjó maður, Stefán Jónsson, sem var klæðskeri. Já. Og ég sé hann sé mikill svona frumkvöðl á sín tíma, sko. Því að sagan segir þegar mamma hans varð gömul að þá fannst hún leiðilegt að hún væri bara ein, þannig að hún bjó hjá honum og hann fór að bjóða vinum hennar í heimsókn. Svo henni leiddist ekki á meðan hann færi að sinna störfum og vinna. Og svo komu fleiri og fleiri og einhverjum tímapunkti þróast þetta þannig að hann stofnaði þarna bara elliheimili upp á sitt einstæmi og gerði sjálfur og þegar mest voru held ég 100 manns þarna. Byggði hann húsið þá? Já. Þetta stóra hús? Hann byggði húsin, já, eina álmu í senn. Já. Og þegar hann varð gamall og sá ekki fram á að geta gert þetta lengur, þá gaf hann bænum allt, heila klappið. Allt sem hann hafði gert? Já. Allt lífstarfið? Já. Hann átti engin börn og enga fjölskyldu og hann gaf bænum þetta og óskaði þess að þarna yrði áfram rekið í einhvern tíma elliheimili. Og byrjaði það þá fljótlega eða? Já, það var gert bara í rauninni, þeir tóku bara við, sko. Já, þeir tóku bara við í reksturinn þar? Já. Ég svo sem kann ekki alveg alla þessar sögur en þetta svona það sem ég hef heyrt og ég hef svona reynt að grúska aðeins í þessu og var gaman að heyra Já, þannig að þegar þið komið inn í þetta Já, þá var ekkert þarna. Nei, þá var engin starfsemi? Nei, þá var engin starfsemi, þá var búið að leggja þetta niður og í rauninni ekkert í gangi þarna. Þetta var náttúrulega korter yfir hrun sem að við fengum þessa flugu í höfuðið að þarna var nú aldrei sniðugt fyrir okkur að breyta bara líf og hætta. Við vorum náttúrulega bara í bænum og í okkar öruggu 9-5 störfum og Óla langaði alltaf manni minn að gera eitthvað svona, vissi aldrei almennilega hvað en þarna einhvern veginn bara, við vorum bara réttust á réttum tíma held ég og allt gekk upp. Er þetta 2008? Þetta er 2009 í árslok 2009 sem að við... Það er allt í kalda koli í landinu. Nefnilega. Þannig að við 2010 þá stofnuðum við þetta og opnuðum opnun páska og svo bara alveg opnuðum hurðina í maí 2010. Já. Með eins og þessi 2 hendur tómar. Já. Hvaða hugmynd er þetta? Á hverju voru þið? Bara held ég sama og alltaf. Við erum örugglega alltaf klikkuð. Við gerum bara sem okkur langar og reynum að hafa gaman lífinu, sko. Já, það er góð. Við höfum bara einhvern veginn alltaf gert það og fyrsta setning sem ég kenni öllum út frá hjá mér eru útlendingar eitthvað að reyna að læra
íslensku og segi, jæja, nú skulle ég kenna ykkur fyrstu íslensku setningunum, það þetta reddast. Þetta redd, já, það íslenska setningin. Já, svolítið, sko. Nei, ég segi nú svona, við erum, nú get alveg vitlaus, sko. En hvaðan, sko, hvar vissu þið þetta væri, vissu þið... Við vorum bara búin að þvæla, já, í rauninni, við vorum bara búin að þvælast út á suður, eða aðalega Óli, og hann bara ekkert svona típa sem fastuði skrifborð. Hann var búin að vera svolítið í svona einhverju fjármála, vinnum, og ég bað hann að hætta þessu tuði og reyna að finna bara, opna arminn og þá myndi koma sem ætti að koma. Og svo keyrði hann með mig að nútittir og við keyrðum hann niður. Þá var hann búin að koma að staði að þetta væri laust. Og við vorum, hann og elsta dóttir okkar kom með bullandi áhuga á hrossum, sem náttúrulega líka erfitt að losna við þegar fólk sýkist. Og þannig að þarna gátum við spila með bæði hestana og mér finnst rosalega gaman að taka á móti gestum og náttúrulega svo ég illa haldina svona foodie matar gúrmei áráttu sko. Ég er mjög slæm þar, þannig að þar gæti ég líka fengið að leika mig með matinn. Og þar fæ ég mikla útrás. Já, það? Ertu að elda sjálf þá? Já, svolítið, sko. Já. En þarf ekki, eins og í dag, þarf ekki tölvöld mannskap í þetta? Jú, við vorum örgulega með 25-30 manns í sumar. Já. En tók þetta strax við sér? Já, í rauninni gerði það. Það var miklu minna að gera fyrsta sumra heldur en núna, eins og gengur, en þá voru líka bara minna fólk og færi herbergi, svo við fjölga herbergjum og eru náttúrulega komið núna á fullu í hestaleguna líka og restauranti opið öll sumur alveg frá byrjun maí og út október. Eru með restaurant líka? Já. Get ég komið rent út og fengið mér að borða? Já, sko mín. Vissur það ekki? Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Ég þetta bara tengdist, þú veist, fólk fengið bara að borða svona Nei, við erum alveg með galopið fyrir gestir og gangandi, sko, öll kvöld alveg frá byrjun maí og út september. Já. Þannig að það er ægilega skemmtilegt og svo náttúrulega morgunverð alla daga. Já. Ég hef nú komið inn í þetta hús. Já. Þá var þetta sko starfandi elliheimili. Já. Og ég kom inn í þetta eftir að það hætti reynda líka. Hvað gerðu þið? Inn í húsinu? Við gerðum kannski ekkert brjálæðislega mikið. Við reyndum svona, trikkið kannski bara að hvað ég að segja, reyna að blekkja svolítið auga, að búa til einhverja skemmtilega hluti eða skemmtileg sjónarhorn þannig að þú horfir frá einhverjum línolíu dúkum og grænum hurðum og svona, ef þú skilur hvað er að fara. Já, það sem að þú gerði, klippa á kjörstum og þetta. Já, svolítið svona sko, þannig að það var bara það sem þurfti og við bara vinnum einhvern veginn með það sem við höfum og við vitum það að það er ekki séns að þóknast öllum. Það eru bara aldrei allir sem að koma til með að fíla sem við erum að gera. Og við höfum þurft að minna okkur á að mörgu sinnum aftur og aftur að við erum í þessu á okkar forsendum og við ætlum að gera þetta eins og okkur finnst gaman og við sjáum fyrir okkur það er svo ótrúlega mikið að sérfræðingum að núti sem alltaf að segja manni til og hvernig ná að gera hitt og þetta og við skildum gera svona hinsegin og ræ sem allt gott og blessað og margt sem að tekur inn en líka er rosalega nauðsynlegt að fara aftur tilbaka og hugsa býtu af hverju við hérna hvað er það sem er að gleðja okkur og við erum búin að fá óbúslega flott viðbrögð frá gestum okkar sem eru alsælir að koma í þessa hugmynd eða þetta konsept sko. Tökum mjög vel á móti gestum myndi ég segja og allt svona hvað ég segja svona eins og bara með morgumatinn þú veist að skreita svolítið diskan og setja hann á hæðir og þú veist það er allt heima gert við bökum hrökkbrauð og gerum alla sulturnar og öll brauðin og kökurnar og þú veist þetta er ræktun grænmeti sjálf og mamma rækta fullt af salati fyrir mig og svona. Þetta bara er það sem að held ég að fólk hefur þetta alltaf gaman af, að maður nenni að hafa fyrir. Já, eru þið þá með þetta svona
á staðnum kringum húsið, eru þá með grænmetisbeð og kartöflugarð og hestaleiguna? Já, það er allt þarna, sko. Ég er með lítið gróðurhús þarna úti og við erum reynum að rækta svolítið grænmeti þar. Eigið þið hænur? Já, við hefum hænur og við erum með hunda og fullt af hrossum og svona, þannig að þetta er voða ljúft, sko. Þetta er eins konar hótel en samt svona sveit. Við viljum helst ekki kalla þetta hótel, þetta er bara gistihús. Já. Af því við náttúrulega búum við það eru, sko, baðherbergin öll fram á gangi, þannig að fólk þarf að fara fram og pissa, sko, eða þannig. Hvernig sættir fólk sig við það? Það er bara að veita hverju það gengur. Já. Það er bara þegar þú bókar herbergi þá sérðu að það er þannig. Ekki snyrtingar herbergi. Já. Og svo það er bara erfitt fyrir suma, eins og ég segi, við getum ekki þóknast öllum, við erum að vinna með það sem við höfum og svo eru bara sloppar á öllum herbergjum og þú veist bestu sængur og lín og hangla og allt sem við getum fengið og rúm og allt sem við getum gert best, það gerum við, hinu breytum við ekki. Steyptum risastórun heitan pott þarna úti og þar liggur fólk og horfir á norðurljós. Eða stendur út á plani, sko. Þetta er bara alveg æðislegt. Já. En fáið þið einhverja svona, eins og maður segir, sérstaka tegund af ferðamönnum? Við fáum allar tegundir af ferðamönnum, myndi ég segja. Við fáum, en ekki kannski endilega, ekki svona ríka fólki, sko. Við fáum lítið svona snobbfólki, kannski sem betur ver. Sem að vill hafa allt sitt topp. Já, en við fáum, sko, það eins og skipti út í september, þá eins og Evrópa að fara heim og Asía kom inn. Eins og þetta núna? Já, og við erum með rosalega mikið Asíufólki núna. Já. Og þá snýst þetta aðalum norðurljós og reyndar komaði opaslega mikið hestaferðirnar líka. Já, gera þetta líka. Já, það eins og það sé á tékklistanum. Já, en hvað vilja þá Evrópabúarnir? Þeir eru kannski meira að koma bara í náttúruna, sko. Og keyra hringinn. Já, Ameríkana? Já, svipa með Ameríkana, sko. Já, þeir fara reynda líka og allir fara svo sem á hestbak líka. Hverjir eru skemmtilegastir? Jesús minn. Já, ég ætla ekki að spyrja hverjir sem leiðilegastir, ég er erfiðastir. Nei. Þú getur sagt hverjir skemmtilegastir. Það er óbóðslega misst. Ég held að ég er ekki séns, ég geti sagt eftir þjóðflokki. Ekki séns. En það er alltaf misjátt eins og þetta gengur? Já, þetta er bara allavega hana, sko. Þú segir við, hver er maðurinn þinn? Já, hann heitir Ólafur Aðalgeirsson. Já, og vandræðilegt að maður talar alltaf í tvíriti, sko. Hann er búin að vera í hjón svo lengi. Já. Maður talar alltaf í fleirtölu. Sko, ég náttúrulega kannast vel við Ólaf, þekki hann. En ég hef stundum, sko, hitt hann. Þá er hann í vinnubuxunum með alla vasa fulla af skrúum og öðru slíku. Hann var bara eins og þú væntanlega, kannski í öðrum verkum, en hann var bara úti að smíða og negla og steypa. Já. Hann er bara, hann fer honum voða vel að vera í skítagalla. Líkar honum það vel? Já, hún líkar það voða vel. Í einhverju svona verkefni sem að sér eitthvað eftir sig. Já, en hérna sko, er hann það smíður eða? Nei. Hann er menntaður ferðamálafræðingur. Já. Nefnilega. Já. Og þannig að hann er alveg með bakgrunn í þessu, sko. Já. En hvað gerði hann áður? Og hann var að vinna hjá leikfélaginu og þar var hann framkvæmdastjóri og svo var hann að vinna hjá ferðamálastofu. Þar var hann í peningamálunum. Já. Þannig að hann er búinn að vera svolítið mikið þeim megin, sko. Já. Og það hann sér út það. Svo eigið þið börn? Svo eigum við nefnilega börn. Við erum svo heppin að við eigum 3 æðislega flottar stelpur. Já. Sem eru miklar vinkonur. Þannig að það á hvaða aldri? Þær eru 14, 16 og 22 ára. Já. Orðnar stórar. Þeir eru fullari fólk? Já, nefnilega. Og eru þær að vinna með ykkur? Öll sumur eru þær með okkur. Já. Og svo er skóla að veturna? Já. En er rólegra yfir þessu hjá okkur yfir vetur? Það er öðruvísi. Það er allt öðruvísi. Þá auðvitað fækkar starfsfólki og þá erum við tökum við frí og við náttúrulega erum á skjön við alla aðra. Þegar það fer að hausta þá fyrir við að fara í sumarfrí og svo leys. Þannig að það er
dálítið ólíkt Já. öðrum heimilum. Já, eru þið búin að fara í frí þetta árið? Pínu byrjuð sko. Já, hvert voru þið, innanlands eða utan? Við erum búin að, ég er búin að fara eina ferð með stelpunum mínum. Þær fóru í systraferð og mamman fekk að fara með. Þó það nú væri. Já, ég hef enga systur sko, ég fekk að fara með mínu dætrum bara. Og hvert ætlið að fara? Og svo, við erum búin að fara í það sko. Já. En svo fórum við Óli í vikuferð núna bara fyrir viku síðan. Farið til útlanda? Já, við gerum það, við fáum dálítið mikið. En okkur finnst líka rosalega gaman að ferðast á Íslandi. Já. Finnst gaman að fara upp á hálendi, reynum að fara kannski einu svona ári, eitthvað svoleiðis. Já. Við erum búin að vera að þvælast á böggibílum núna upp á hálendi og finnst það alveg óstjórnlega gaman. Nei, já, en eru þið bæði hestamenn? Nei, ég er alveg laus við þessa dellu. Þú ert laus við það? Já. Þannig hann er í þessu? Hann er svolítið í þessu, sko. Já. Þannig að mér finnst þetta ofsa fallegt. Jú, og gaman að þau eru í þessu, en ég hef ekki smittast. Eru þið það með aðstöð? Eru þið með hesthús? Já. Er það kannski eitthvað sem að var fyrir? Það var fjós sem Óli breytti í hesthús. Já, auðvitað var fjós. Mjólkurbúð þarna. Já. En hvað öll þessi hús sem að voru þarna, það eru fleiri, það eru íbúðarhús og fleira? Já, svo er skóli þarna í 3 húsum sem er hlíðaskóli. Já. Þannig að það er bara ágætis sambúð þar. Já. En það er alltaf líf og veturna, þó að við séum kannski ekki með gesti, þá eru krakkarnir í skólanum. Já. Vill fólk vera hjá okkur yfir jól og áramót? Já, það vill nefnilega alveg gera það, en við höfum ekki ennþá haft opið. Við erum bara ekki alveg tilbúin. Nei, þeir vil kannski vera, já. Við höfum verið bara að ferðast eða taka frí og svo þarf líka að lagfæra og breyta og bæta, þannig þá er ágætt að nota veturinn í það. Já. Sko, með framtíð á svona stað, í umræðinu allt sem að gerast í ferðamennsku, hvað þýðir það? Þarf að fara að byggja? Ég sé það ekki fyrir mig. Ekki fyrir þig en Óla? Nei, veistu það er náttúrulega alveg ótrúlega margir að stekka og byggja og það er gott að blessa, sko. Það sem við erum að einbeita okkur á núna er afþreyingin svolítið og bara gera vel áfram það sem við erum að gera. Maður þurfi svolítið að passa sig líka að fara ekki fram úr sér. Maður veit aldrei hvað þetta varir lengi. Nú eru þið rétt við sjóinn? Já. Notið hann? Nei, ekki þannig, sko. Gerum það ekki. Nei. Ekki vera í því. Þeir ekki með trillu og getið farið út með fólk að veiða? Nei, það er fínasta hugmynd samt og hefur svo sem alveg komið. Já, er það ekki? Jú, alveg reynt. En það er ekki komið ennþá. Sjáum, sko, hvernig er það með heyskap? Já, það eru eigum við góða bara bændur í nágrenninu sem hjálpa okkur. Já. Sumir hirða sko og eru bara fyrir sig og koma svo með einhverja rúllur fyrir okkur, fyrir okkar hross. Já. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikið með hross líka. Já, 50-60 hross, sko. Með gistiheimili og hross. Já. Og hænur og hunda. Og hænur og hunda, já. Hvernig komið þið svo framfæri? Það er nú bara... Airbnb? Nei. Nei, það er nefnilega svo mikið talað um það? Já, nei. Við erum ekkert þar. Hvernig gerir þetta þá? Við erum út á suður, við erum partur af Hey Iceland sem var ferðaþjónusta bænda og skráðum okkur strax þar inn og svo erum við bara í tengslu við alveg fullt af ferðaskrifstofum og sem að bóka hjá okkur bara fyrir hópa og einstaklinga. Þannig að verða næstu fullt á næsta sumar. Meira útlendingum en Íslendingum? Nánast engum útlendingar. Nei, er það? Já. Það sé svona 90%. Já. Og þeir eru alveg sáttir við að vera svona á svona stað sko frá þéttbýlinu, frá Akureyri? Allsælis. Flestir eru úr borgum, finnst bara gott að komast svona. Þeim finnst þetta valla útúr. Tekur 5 mínútur að keyra. Já, þeim finnst þetta ekki neitt mál. Nei. Og svo er allt þarna. Það er að borða svo, það er bara að fara á stað út í daginn. Það þurfi ekkert meira, sko. Svona flestir, sko. Eignist þið vini í gegnum þetta? Alveg endalaust. Og fáið þið mikið viðbrögð? Já. Þetta er rosalega skemmtilegt. Já. Alveg endalaust. Myndirðu ráðleggja fólki að gera þetta? Ef það hefur áhuga, þetta er bara lífstíll. Þetta er eiginlega bara það.
þetta er ekki svona venjuleg vinna því að þú ert aldrei í fríi en þú heldur aldrei í vinnunni. Nei, þú ert á staðnum. Ég veit ekki hvort ég á að segja sig í vinnunni þegar ég er að keyra einhverja útlendinga inn í bæ sem voru í hestaferð. Er það að vinna? Að spjalla við eitthvað fólk? Já. Eða segja hvað að gera í dag. Svona valla manni finnist það, sko. Nei. Sérðu ekkert eftir ég hafa farið í þetta úr grafíkinni? Nei. En þegar ég lærði það og ég er ekkert búin að gleyma því. Nei. Og bundar pínlítið við það? Já. Heldur þið að bóndinn sjái nokkuð eftir þessu? Nei. Stelpurnar? Nei, þeim finnst þetta bara forréttindi. Þær eru rosa glaðar með þetta, sko. Já. Dísa, það var gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Ein lítil mynd. Já. Nú skulum við sjá. Þetta gengur ekki. Þetta var alveg vonlaus mynd. Þarna kom. Kom það? Gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og ég virtist þess að líta við. Já, hvernig væri það?